Þingvallanefnd hefur kynnt eigendum sumarhúsalóða innan þjóðgarðsins á Þingvöllum drög að nýjum reglum sumarhús. Þar lagt bann við nýbyggingum og girðingum einkalóðir. Hér hefur átt sér stað mikil uppbygging og það margt af þessu mjög myndalegt og fallegt og sjálfsagt þetta gleðjast yfir því. En samt nú mitt sjónarmið og margra fleiri að framkvæmda gleði eins og þessi eigi nú heima annar staðar heldur en nánast inn í þinghelginni og þess vegna höfum við nú sett fram reglu sem miðar svolítið að því að takmarka framkvæmdir hérna, þannig að þeir sem eru vilja virkilega byggja stór hús og standa í miklum athöfnum að þeir velji sér sumarhúsalóðir annar staðar, en hérna verði svona bæði stærð og umsvif takmörkuð sem allra mest. Ekkert slíkt hefur þó enn verið samþykkt og því rúfa þyrluspaðar girðina í þjóðgarðinum þar sem þeir flytja aðföng að bústöðunum við Valhallarstíg, en þeir bústaðir eru svo að segja í hjarta þjóðgarðsins. Þangað liggur engin bílvegur og menn þurfa að ganga allra ferða sinna og hafi þeir miklar byrðar hægt að notast við hjólbörur. Þeir efnameiri geta þó notað þyrlur og fjórhjól. Vitaskuld fá menn leyfi í hvert skipti fyrir þessu þyrluflugi en þetta engu að síður, þetta mikið ónæði bæði fyrir þá gesti sem sækja þjóðgarðinn og fyrir aðra sumarhúsaeigendur og ég hef alveg heyrt það hjá þeim mörgum að þeim finnst sérstaklega þeim sem náttúrulega hafa lent í hvað mestu ónæði út af þessu, finnst alveg nóg Nýjar glæsibyggingar eru að rísa við stíginn en samkvæmt eldri reglugerð mega þær þó ekki vera stærri en 90 fermetrar. Sumstaðar virðist þó farið frjálslega með reglurnar. Þetta nú kannski það sem við erum að tala þó ég sé ekkert að segja að þessi framkvæmd sé annað en mjög snyrtilega að henni staðið, en hér gríðarlega stór og mikill grunnur undir það sem á síðan að verða 90 fermetra hús. Mig grunar nú að kjallarinn nái vel þessum 90 fermetrum líka. Og þetta kannski miklu meiri umsvif, miklu viðurhluta meira, heldur en við viljum sjá svona sem almenna reglu hér á sumarhúsalóðum í þjóðgarðinum. Þá gera lög ráð fyrir að allir eigi að geta gengið óhindraðir meðfram vatni, en sumarhúsaeigendur við Valhallarstíg virðast þó ekki allir sáttir við það. Það hefur enginn amast við því að ég hef gengið hér með bökkunum. Ég vil taka það fram og það hef allir tekið því mjög vel og ég hef gert það aðeins núna þegar ég verið að skoða þetta. En það ekkert að segja að það sé greiðfært eða fólki sé gert það kleift og það eru girðingar og það allskyns mannvirki, miður skemmtilega eins og við sjáum hérna sem að hamla þeirri för og eru algjörlega óþörf. Þingvallanefnd samþykkti stefnumörkun fyrir 20 árum sem felur í sér að engir lóðasamningar við sumarhúsaeigendur verði endurnýjaðir nema til 10 ára. Stefnt skuli að því að kaupa upp öll sumarhús innan þjóðgarðsins. Þá vildi nefndin einnig banna allar girðingar einstaka bústaði líkt og gerðar hafi verið tillögur núna. Hjörleifur Guttormsson sem hafði frumkvæði að þeirri stefnumörkun furðar sig á nýbyggingum inn á svæðinu, þyrluumferð með steypu og girðingum niður að vatnsborðinu. Hann segir að mál sumarhúsanna hafi verið í ólestri strax árið 1980 og menn verið almennt sammála að einkabústaðir ættu ekki heima innan þjóðgarðsins. Sko það var ekki einu sinna mörkin milli einstakra bústaða væri ljós, þannig að menn voru þarna í hörðum deilum innbyrðis hvað lóðamörk væru og það tók okkur mörg ár með aðstoð lögfræðings og tæknimanna að skilgreina hina einstöku samninga sem lágu þarna fyrir, þannig að væri hægt að ganga í málið og afgreiða þá, bæði að setja inn ný ákvæði með skýrum hætti þessi 10 ár sem væri þá mörkin og fleira, vegalagning og annað var þarna. Þannig að þetta upptók Þingvallanefnd, þetta tók mikinn tíma hennar og ég býst við að það hefði verið meir og minna síðan að þessi einkamál sumarbústaðeiganda hafi verið fyrirferðarmikil á borði nefndarinnar. Og þessu þarf auðvitað að linna og því linnir ekki almennt séð nema með því að hverfa frá þessari stefnu og tryggja að þjóðgarðslandið verði laust við sumarbústaði og allt land undir stjórn Þingvallanefndar, þar á meðal líka Árvastaðalandi.
Allt þyrluflug hefur verið bannað í þjóðgarðinum á Þingvöllum í sumar. Ástæðan miklar kvartanir frá nágrönnum og gestum þjóðgarðsins en framkvæmdir að undanförnu hafa verið umfangsmiklar og hávaðamengun mikil frá þyrlum sem hafa flutt steypusíló og verkfæri að byggingalóðum við Valhallarstíg. Björn Bjarnason, formaður Þingvallanemndar, tók þá ákvörðun fyrir helgi að banna flugið fram til 1. október en eigendum var kynnt niðurstaðan í gær. Sigurður Oddsson, þjóðgarðsvörður, segir að eigendur nýbyggingarna hafi tekið þessari ákvörðun vel. Unnið við 2 nýbyggingar við Valhallarstíg en teikning af þeirri 3. syðst á stígnum hefur verið samþykkt og má vænta þess að framkvæmdir hefjist fljótlega. Samkvæmt heimildum fréttastofu fara lóðir við Valhallarstíg á 10 milljóna króna. Lóðasamningar eru einungis gerðir til 10 ára í senn og renna næst út árið 2010.